bara komið heil og sæl og verið velkomin í þennan hádegisfyrirlestur okkar landshlutasamtakanna sem við köllum forvitna frumkvöðla. Ég heiti Páll Baldursson og verkefnastjóri í atvinnu og byggðaþróun hjá Austurbrú og þetta sem sagt síðasti hádegisfyrirlesturinn okkar í forvitnum frumkvöðlum fyrir sumarfrí. En við byrjuðum á þessu fyrirlestrarröð í janúar og þannig að það eru konur 6 núna fram til þessa. Það hefur ákveðið að halda áfram núna í haust og við svipuðum hætti, þannig að endilega bara fylgist með áfram og kannski alltaf að segja það ef við erum með hugmyndir eða efnistök eða eitthvað þess háttar, þá endilega hafið samband við okkur eða ykkar tengiliði eða landshlutasamtökin á ykkar svæði. En já, eins og ég sagði áðan, þá heiti ég Páll Baldursson og verkefnastjóri í atvinnu og byggðaþróun hjá Austurbrú. Ég sinni jafnframt svona ráðgjöf til fyrirtækja og frumkvöðla. Ég starfaði áður sem viðskiptastjóri fyrirtækja í Arion banka á Austurlandi og hef því reynslu af því að sitja hinum megin við borðið þegar kemur að fjármögnun verkefna og þess háttar. Bæði það að taka lánaákvarðanir og eins og undirbúa mál fyrir lánanefndir og fleira þess háttar. Og ég tek kannski aðeins þá reynslu með mér inn í þetta erindi dagsins. En þá að kannski málinu, erindinu, ég ætla að svona deila með ykkur ef að vonandi sjáu þetta. Já, ok, hljómandi. Ég ætla að fara yfir og skoða helstu form fyrirtækja og félaga í rekstri. Horfa aðeins á kosti og galla og og hugmyndin að þetta geti svona aðstoðað vonandi frumkvöðla að velja það form sem hentar þeirra verkefni og þá aðeins kannski hafa betri skilning eða þekkingu að eðli og mun á mismunandi félagaformum. Já, kannski fletti hérna. Jafnframt munum við skoða hlutverk stjórna, skoða hver má skuldbinda félag og í því sambandi horfa hver þetta firma og aðeins að velta því fyrir okkur af hverju það skiptir máli. Í byrjun kannski rétt að nefna að ég haldinn í þessari áráttu eins og margir aðrir að stunda langhlaup og við hér á Austurlandi búum svo vel að hér eru 2 skemmtileg hlaup á hverju sumri, annars vegar Snæfellshlaup þar sem við hlaupið í kringum Snæfelli og svo Dyrfjallahlaup þar sem við hlaupið Víknaslóðir og Borgarfirði eystra og þið munið kannski taka eftir því að myndirnar sem ég valdi til að skreyta þetta erindi mitt tekið úr Dyrfjallahlaupum og kannski ástæðan kannski ekki bara svo að þessi áhugi minn á hlaupum því að það kannski líka það að það margt líkt með langhlaupum og því að stunda rekstur. Þetta krefst undirbúnings, þolinmæði, þrautseigju og það getur náttúrulega komið fyrir að menn rasi en þá lykilatriði að standa upp aftur og halda áfram. Uppáhaldssetning mín sem tengist hlaupum og ég heyrði fyrir nokkrum árum svo að það langhlaup, að stunda langhlaup og sennilega gildir kannski það sama það að vera í rekstri. Það langhlaup. En þá kannski fyrst hvaða leið skal velja. Það eru nokkrir möguleikar og helstu félagaform í rekstri eru þessi eða eftirfarandi. Það sameignar SF, samlagsfélag, sjálfseignarstofnun, önnur félög eða bara almenn félög, rekstur og eigin kennitölu, samvinnufélag, hlutafélag og einkahlutafélag. Ég ætla svona aðeins að fara aðeins í gegnum þessi form stuttlega hvert fyrir sig og fyrst hér sameignarfélag en það eða var að minnsta kosti meðal svona algengustu forma við félag í rekstri lengi vel. Í grunninn þetta gömul hugsun og formið og lögin markast af því. Eitt megineinkenni sameignarfélags að þar að ræða félag tveggja eða fleiri sameiginlega hagsmuni eða starfsemi, þar sem félagsmenn bera beina og ótakmarkaða ábyrgð og óskipta. Og þetta raun og veru sérstæða sameignarfélag, hún felst í þessari ábyrgð eigenda á félaginu
Þetta sannarlega getur verið kostur en getur mögulega einnig verið galli. Hér er sem sagt að ræða beina ábyrgð og sem þýðir það að kröfuhafar geta gengið beint á sameiganda, krafist greiðslu skuldar félagsins. Það er að segja að þeir þurfa ekki endilega að ganga á félagið fyrst. Þessi ábyrgð er ótakmörkuð og ekki bundin við eitthvað hámark eða einhverja fjárhæð eða einhverja ákveðna eignir og hún er óskipt. Það er talað einn fyrir alla og allir fyrir einn í þessu sambandi. Nú þrátt fyrir þetta þá hentar þetta form oft á tíðum vel, hentar, við getum sagt, til að mynda fyrir starfsemi sem rekin af fámennum hópi aðila sem starfa bara þétt saman og þekkja vel og treysta hvor öðrum vel. Lagaumhverfi er einfalt og stofnkostnaður er ekki hár og það eru jafnframt nokkur rúmar heimildir til þess að greiða fjármuni út úr félaginu sem er náttúrulega kostur. Og eins og ég segi, þetta er frekar algengt form og bara sem dæmi þá eru nokkur að stærri fyrirtæki landsins eru rekin undir þessu formi. Það má nefna til dæmis Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir, Alcoa Fjarðaál hér á Reyðarfirði er sameignarfélag. Þannig að þetta er nokkuð þekkt form. Næsta félag eða félagaform sem er samlagsfélag. Þetta er mjög skylt sameignarfélagi. Þetta er félag þar sem að sumir félagsmenn bera beina og ótakmarka ábyrgð á skuldbindingu félagsins eins og er þó í sameignarfélagi, en aðrir bera einungis þá ábyrgð sem með þeim fjármunum sem þeir leggja til félagsins, þá samkvæmt stofnsamningi eða félagasamningi. Þannig þetta er sem sagt sambland af takmarkaðri og ótakmarkaðri ábyrgð. Og þetta þá byggist á samningi tveggja eða fleiri aðila, þar sem að félagsmönnum er skipt í þessa tvo hópa. Annars vegar er þá að minnsta kosti einn félagsmaður sem ber beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á félaginu, en hins vegar þá einn eða fleiri félagsmenn sem þá ábyrgjast félagið einungis að því marki sem framlag þeirra nemur. Og þá eru þeir þá nefndir eða hugsaðir sem svona samlagsmenn, þess að þetta kallað samlagsfélag. Og þannig er þeirra fjárhagslega áhætta takmörkuð við þá með svipuðum hætti og er í einkahlutafélögum eða hlutafélögum eða takmörkuð við ákveðna fjárhæð. Nú kosturinn er svipaður og í sameignarfélagi að stofnkostnaður er ekki hár. Það eru eins og er í því frekar rúmar heimildir að greiða út úr félaginu og lagaumhverfi er jafnframt einfalt. Þetta er frekar algengt formorðið. Við sjáum þetta oft á tíðum til dæmis sem rekstrarfélag fyrir sjálfstætt starfandi sérfræðinga til að mynda og fleiri aðrar sem hafa nýtt sér þetta form. Næst kemur hér sjálfseignarstofnun. Þetta er eins og bara segir í nafninu, þetta er stofnunum á sig sjálf. Það eru engir eigendur að stofnununni og hún starfar þá samkvæmt skipulagsskrá sem er þar sem kveðið er á tilgang stofnunarinnar, stofnfé, stjórn og þá jafnframt hvað skuli gera ef að stofnunin er lögð niður. Nú helsta einkenni sjálfseignarstofnunina er að stofnfé þarf að hafa verið afhent af stofnendum með óafturkræfum hætti. Þannig að, eins og áður sagði, það eru engir eigendur á stofnuninni og það er einnig sérstakt við sjálfseignarstofnun að stjórn stofnunarinnar fer ávallt með æðsta vald í málefnum hennar og ber ábyrgð á starfsemi hennar. Og í raun og veru, Svo er sýslumaður og ríkisendurskoðun, þau hafa bæði ákveðið eftirlitshlutverk með sjálfseignarstofnun og til dæmis þá þarf samþykki sýslumanns til þess að breyta skipulagsskrá í sjálfseignarstofnun og hann þarf að samþykkja og staðfesta breytingarnar. Nú, þetta form er bara frekar algengt fyrir menningarverkefni og
samfélagsverkefni og ýmislegt fleira og þjónustustofnanir ýmiss konar líka. Og bara sem dæmi að Austurbrú sem nú stofnunin sem ég starfa hjá sjálfseignarstofnun. Þannig að þetta nokkuð þekkt form. Svo það önnur félög eða bara almennt félag. Það eru þá félög þar sem ákveðin hópur félagsmanna hefur ákveðið að koma saman og til þess að ná fram að einhverju ákveðnum markmiðum sem geta þá gjarna verið ófjárhagsleg og þeir félagsmenn þá sem sækja stofnfund í slíku félagi til að stjóra stofnendur og stofnendur eru þá samkvæmt lög og samþykktir við félagið, kosin stjórn og þannig þá kveðið á starfsemina, tilgang, stjórn, hverjir geta gengið í félagið og með hvað hætti. Þetta nú frekar algengt form og við þekkjum bara vel, hentar oft á tíðum mjög vel þar sem að, hentar bara, oft á tíðum mjög vel, hafa ákveðin sveigjanleika, algengt fyrir ýmiss konar samfélagsverkefni eins og við þekkjum og þetta eru formin jafnframt sem eru á bakvið félög eins og íþróttafélög, stéttarfélög, starfsmannafélög, trúar- og lífsskoðunarfélög og fleira. Rekstur á eigin kennitölu, eins og nafnið gefur til kynna, þá hér að ræða einstaklingsfyrirtæki sem nýtir þá í raun kennitölu eiganda. Oft á tíðum hefur þetta form, það að segja rekstur á eigin kennitölu, verið kannski á óþörfu tala niður, að mér finnst. Þetta einfalt og mörgu leyti hagkvæmt og gott form. Það ekki nauðsynlegt að skrá reksturinn í fyrirtækisskrá, en það kann þó að vera það, fer eftir starfsemi og aðstæðum. Það hægt að nota annað nafn en nafn eiganda fyrir félagið eða starfsemina, en það nafn má hins vegar ekki á nokkurn hátt gefa til kynna að ábyrgð eiganda sé á einhvern hátt takmörkuð. Því að eðlilega þá ábyrgð eiganda á skuldbindingum þessa félags eða þessa forms, rekstur á eigin kennitölu, bein og ótakmörkuð. Það ekki stofnframlag. Þetta eins og ég segi einföld og ódýr leið og frekar einfalt og gott lagaumhverfi. Þetta hentar bara oft á tíðum bara mjög vel og sérstaklega þar sem að rekstur ekki mjög umfangsmikill eða ekki mikla skuldbindingar eða áhætta. Og bara fjölmargir einyrkjar nýta sér þetta form og hvað getur sagt að bændur séu náttúrulega bara þekktasta formið eða dæmið með það. Samvinnufélög eru eins og nafnið bendir til stofnuð á grundvelli samvinnu félagsmanna og miðla því að efla hag þeirra eða þá nærsamfélagið og þá gjarnan eftir viðskiptalegri þátttöku þeirra í félaginu. Og félagatala óbundin og félagsmenn ber ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Arði af starfsemi samvinnufélagi vanlega nýttur til uppbygginga annaðhvort félagsins eða þá til uppbyggingar í nærsamfélagi eða í ákveðin verkefni. Það talaði að félagsmenn í samvinnufélagi séu þáttakendur en ekki fjárfestar. Þetta var náttúrulega bara mun algengara félagsform, við getum sagt framan á 20. öld. Þekkju það vel, kaupfélögin hringinn í kringum landið og samband íslenskra samvinnufélaga og form sem var nátengt dreifbýlinu. Og þetta form hentar bara vel fyrir svona samfélags- og samvinnuverkefni og þá kannski sérstaklega þegar hugmyndin að virkja einhvern ákveðin hóp eða samfélag til ákveðina verka. Hins vegar þá, það getur hins vegar verið ákveðin átt frekar þungt í vöfum, þetta form. Því valdið í raun á að koma neðan, ef maður hugsa þannig, getur verið langt þangað, en það annað. Hlutafélag, eða HF, þetta náttúrulega var kannski lengst af algengasta formið við rekstur félaga. Þetta félag sem keppir af þá fjárhagslegum ávinningi og í eigu
tveggja eða fleiri aðila sem bera þó ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingu félagsins umfram það fjármagn eða hlutafé sem þeir hafa lagt fram. Nú, tilgangur félagsins liggur fyrir eða þarf að liggja fyrir í upphafi og það svo sem engar takmarkanir á tilgangi samkvæmt hlutafjárlögum, annar en þá sá að hann þarf náttúrulega að vera löglegur, eðli málsins samkvæmt. Það ekki mikla kröfur til hluthafa í raun og veru, það engin sérþekking skilyrði. Það hægt að selja eignarhlut eða hlutafé eða hlutabréf og það engin hlutafélög sem hægt að skrá á markað og það skapar þá þetta form víðari aðgang að fjármagni, hefur þá möguleika á því. Lágmarks hlutafé í hlutafélögum 4 milljónir króna. Regluverk á baku hlutafélögum nokkuð formfast og við getum sagt kannski að einhverju leyti nokkuð strangt. En styrkur þess kannski helst þessi að áhættu skipt á margar herðar og kostur sannarlega. Nú dæmi hlutafélög, það kannski bara helst þetta að við getum sagt, já, öll félögin í Kauphöllinni, eðli málsins samkvæmt, eru hlutafélög. Þannig að svona, ok, þá komið að síðasta félaginu sem ég ætla að fara í gegnum aðeins. Það einkahlutafélag sem þá í dag orðið eitt algengasta formið við rekstur fyrirtækja. Ekkert svo langt síðan að kannski í árum talið að það kom fyrst fram. Þannig séð, þetta form svipað og hlutafélag, þó munurinn sé kannski er sá, já, að það einn aðili sem getur stofnað einkahlutafélag og verið þannig eini hluthafinn. Lágmarkshlutafé 500.000. Það ekki krafa að það sé framkvæmdastjóri í einkahlutafélagi og eins og í hlutafélagi þá ábyrgð eiganda takmörkuð við það hlutafé sem viðkomandi hefur lagt fram til félagsins. Þetta mjög algengt og gott form og nú orðið mjög einfalt að stofna. Það orðið mjög einfalt og þægilegt rafrænt ferli að fara í gegnum ef við vilja stofna einkahlutafélag. Vissulega stofnkostnaður nokkur og reglur nokkuð formfastar. Já, og til að mynda eru nokkuð formfastar reglur það hvernig ber að fara með greiðslur út úr félaginu til eiganda. Það jafnframt til að mynda bann við því að lánveitingu frá einkahlutafélagi til eiganda eða hluthafa. Það að segja að félagið má ekki veita hluthafalán en hluthafi aftur á móti má lána félaginu. Og eins og sagði áðan þá þetta í dag orðið algengasta félagaformi í rekstri. Svona. En hvaða form á þá að velja eða já, hvaða form best að velja? Það fer náttúrulega, já, ég get sagt það ekkert eitt svar rétt við því. Fer bara eftir mörgum þáttum eins og til dæmis hvert markmið verkefnisins. Hvert verið að stefna. Þess vegna kannski má segja að þessi grunnatriði að sækja sér ráðgjöf, fá aðstoð, fá leiðbeiningar. Einnig gott að velta því fyrir sér hvaða áhættu maður tilbúinn að taka. Það má hugsa og velta því fyrir sér, þetta samfélagslegt verkefni eða þetta rekstur sem hugsaður til þess að vaxa eða skila arði. Það gott að hafa í huga og hugsa þetta starfsemi þar sem gert ráð fyrir að fleiri munu koma að. Hugmyndina að fá fleiri eða aðra fjárfesta inn í verkefnið. Þannig að það getur verið að mörgu hyggja og kannski gott að taka eitt skref í einu og skipuleggja sig og velja form eftir við getum sagt tilgangi eða áhættu eða já, hvað maður vilja gera. Langar aðeins að fara yfir hlutverk stjórnar. Í félögum. Ég ætla einnig að fara yfir og sýna ykkur og eftir hvar maður nálgast upplýsingur skráningu félaga.
Í því sambandi að skoða hérna hver það sem hefur heimild til að skuldbinda fyrirtæki eða félagið. Það er talað hver ritar firma. Maður velta fyrir sér, þetta eitthvað sem skiptir máli? Fannst rétt að fara aðeins yfir þessa þætti svona, og ekki þá hvað síst úr ljósi reynslu minnar úr bankaumhverfinu. Og það er kannski aðalega tvennt sem í því sambandi. En það kom furðu oft fyrir að fólk eða viðskiptavinur var ekki fullu meðvitaður eða með það á hreinu, getur sagt svo, hver það var sem í raun og veru mátti skuldbinda fyrirtæki. Og stundum kom í ljós að sá aðili sem mátti skuldbinda viðkomandi félag var kannski aðili sem var í raun og veru alveg ótengdur rekstrinum. Hvað segja, jafnvel ættingi eða vinur eða sem það tekið sér að sér við stjórn eða eitthvað álíka. Og svo hitt, og það er mjög mikilvægt að hugsa, ég tel þess mjög mikilvægt að hugsa þetta svona frá byrjun, því það er alveg því miður fjölmörg dæmi vandamál sem tengjast yfirráðum í félögum, eignarhaldi og hver megi skuldbinda félag, og það hefur alveg komið oft á tíðum fram og ég kem kannski betur inn á það eins og eftir. Svona, aðeins fyrst bara megin hlutverk stjórnar. Hún ber náttúrulega ábyrgð á félaginu eða fyrirtækinu. Þessi ábyrgð við getum sagt svo, hún felur í sér bæði starfsskyldu og eftirlitsskyldu. Það hlutverk stjórnar að taka allar ákvarðanir sem eru óvenjulegar og eða meiriháttar. Stjórn ber einnig að móta stefnu félagsins og ber að gæta hagsmuna allra hluthafa í raun og náttúra félagsins sjálfs. Það hlutverk stjórnar að boða til félagsfundar eða hluthafafundar. Hún ber ábyrgð á því að ársreikningi sé skilað til ársreikningaskrár og jafnframt ber stjórn ábyrgð á því og ber skylda til að upplýsa skattayfirvöld raunverulega eigendur félagsins. Og hlutverkið aðeins mismunandi eftir formi félags, en grunnurinn má þó kannski segja í grunninn má kannski segja að hlutverkið sé yfirleitt það sama. Það er að segja að bera ábyrgð á félaginu og sem þá að nánast skilgreint í samþykktum þess eða lögum. Ég ákvað að setja hér inn 2 lagagreinar lögum einkahlutafélag. Við erum kannski ekki að dagsdaglega svona horfa á þetta eða velta þessu fyrir okkur, en þetta skiptir máli. Þarna segir í 44. grein hlutverk framkvæmdastjóra, en það er hlutverk framkvæmdastjóra að annast það sem kallað er daglegan rekstur og skilgreiningin á daglegum rekstri eru þær athafnir sem ekki eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Og þetta er mikilvægt. Jafnframt kemur þarna fram að það er hlutverk stjórnar félagsins að koma fram fyrir hönd félagsins út á við og rita firma þess. Og þetta er einnig mikilvægt og ákveðið lykilatriði. Það þarf nefnilega að taka fram í skráningu félags hver það er eða hverjir það eru sem hafa heimild til þess að rita firma og skuldbinda félag eða félagið. Og förum kannski aðeins betur yfir þetta, hver má skuldbinda félag. Yfirleitt er þetta meirihluti stjórnar, en það þarf ekki að vera þannig og í raun eru til alls konar útgáfur að því og komum kannski inn á það aðeins á eftir. En samþykktir og lög félagsins segir til hver megi skuldbinda viðkomandi fyrirtæki eða félag. Skatturinn eða fyrirtækjaskrá skattsins heldur utan skráningar félaga. Það sem kemur þá fram hver má skuldbinda viðkomandi fyrirtæki. Aðgengi að þessum upplýsingum er orðið miklu betri í dag heldur en var bara í raun og veru fyrir nokkrum árum síðan. Og það er í raun og veru ekki langt síðan að það þurfti að kaupa þessar upplýsingar alltaf eða þá verið þjónustu hjá upplýsinga
tæknifyrirtæki, getum orðað sem svo, sem þá hafi sig í því að miðla þessum upplýsingum. En það sérst fyrirtækjaskrá Skattsins sem heldur utan gildandi skráningu fyrirtækja og félaga í dag, og það mjög einfalt að fletta upp þessum upplýsingum. Ég sýni hérna aðeins hvert farið inn á fyrirtækjaskrá Skattsins. Nú þessar grunnupplýsingar í dag gjaldfrjálsar og það ekki langt síðan, eins og ég segi, að þetta breytist. En það því miður ekki búið að opna á allar þessar upplýsingar sem í fyrirtækjaskrá sem gjaldfrjálst, en sem betur fyrir eru komna núna ákveðna grunnupplýsingar sem eru það og allir geta flett upp. Þarna ég búinn að fletta upp Austurbrú sem bara það apparat sem ég starfa hjá, sem sjálfseignarstofnun hér, og það auðvelt að sækja þarna það sem að kallað gjaldfrjálst vottorð. Og þetta vottorð inniheldur þá, sjáum þetta vottorð hér, þá gildandi skráningu viðkomandi félags. Ég veit ekki hvort ég geti lesið þetta allt þarna, þetta nú eflaust frekar smátt, en það allt í góðu. En þarna sérst fáum við fram vottorð með grunnupplýsingum viðkomandi félag, stjórn þess, hver fer með framkvæmdastjórn, prókúruumboð og svo upplýsingar hver heita firma félagsins, sem í þessu tilviki meirihluti stjórnar. Það stendur þarna firma ritar meirihluti stjórnar. Nú, skiptir þetta máli? Já, sannarlega. Nú, hér sjáum við nokkra útgáfur sem ég myndi eftir og ákvað að taka mynd af. Þetta sem dæmi gildandi skráningu í mismunandi félögum. Við getum sagt svo að það engin eina ferð réttar en önnur. Það bara vilji eigenda sem ræður þessu hverju sinni. Nú, það algengur fjöldi stjórnarmanna í fyrirtækjum eða félögum með svona 1-5. Getur verið allt upp í 7, en þó það sé kannski ekki algengt. En eins og við sjáum þarna og frekar algengt í minni og litlum félögum, að það sé bara einn stjórnarmaður. Eins og þarna, firmaritað stjórnarmaður. Viðkomandi stjórnarmaður fer þá með allt vald í félaginu. Mjög oft þetta einnig bara einfaldur meirihluti stjórnar og þá getur stjórn verið skipuð þetta 3-5 stjórnarmönnum og þá þarf annaðhvort 2 eða 3 stjórnarmenn til þess að skuldbinda félagið. Nú, einnig sér maður nokkuð oft þetta orðalag 2 stjórnarmenn saman eða 4 stjórnarmenn saman, og það þýðir það þó að það þá einhverjir 2 eða einhverjir 4 af þeim sem í stjórn hverjum tíma sem geta skuldbundið félagið. Þessi aðferð þá ekki endilega meirihluti stjórnar, getur verið það, vissulega, getur verið getur líka verið aukin meirihluti ef að til dæmis 4 rita firma, 4 stjórnarmenn saman og það eru 5 í stjórn. Þannig að útgáfunar eru, eins og ég segi, margar og engin kannski ein bein rétt. En það samt mikilvægt að hugsa þetta strax í byrjun og til enda. Því að því miður eru fjölmörg dæmi flækjustu þessu tengdu þegar og ef vandamál kom upp í eigendahópi. Og ég man vel eftir nokkru dæmum frá því að hafa starfað í bankaumhverfinu, þar sem var verið að undirbúa fjármögnun eða ganga frá lánaskjölum eða eitthvað þess háttar. Og þá kom jafnvel í ljós að það var bara einhver allt annar sem hafði heimild til þess að skuldbinda viðkomandi félag. Og þeir sem voru í forsvari voru kannski ekki að gera sig grein fyrir því alveg. Til dæmis bara ættingjar sem hefur verið fengnir í stjórn eða einhverjir aðrir þess háttar og áttu í raun og enga aðkoma félaginu eða starfseminni. Eða jafnvel maður þetta dæmi það sem að bara eldri eigandi löngu hættur eða löngu búinn að selja sinn hlut eða eitthvað þess háttar var ennþá skráður sem stjórnarmaður eða hafði heimild til að skuldbinda félagið. Og þá þurfti náttúrulega að byrja á því að
uppfæra þessa skráningu. Og nú eins man ég eftir máli og kannski án þess að fara of nálægt í einhverjum persónulegum upplýsingum en þar man ég eftir máli þar sem að hjón áttu félag sem höfðu bæði atvinnu á félaginu og hvort þeirra sig átti helming í félaginu. Annar aðilinn var eini stjórnarmaður félagsins og ritaði firmaður félagsins. Hinn aðilinn var framkvæmdastjóri. Svo gerist það að þarna væruður sem sagt ósætti og þá gat í raun og veru annar aðilinn útilokað hinn alfarið frá félaginu sem átti þó helming hlutafé í þessu þessu félagi. Og þessi aðili átti þá í raun og veru ekki marga kosti, var þarna með, við getum sagt, eignir, verðmæti og jafnvel atvinna viðkomandi, en hafði enga möguleika á því að hafa eitthvað afkoma af félaginu, þrátt fyrir að eiga helminginn í því í raun. Af því að sá sem var eini stjórnarmaður félagsins og stjórnaði félaginu alfarið, sem sagt, gat í raun og veru útilokað hinn aðilann frá starfseminni. Og þetta er náttúrulega, getur sagt sem á einfaldan hátt bara helvíti vond staða og ekki einfalt að leysa úr. En í þessu tilviki sem betur fyrr þá leystist þetta nú á endanum og við getum sagt svo samt að það hefði kannski ekki verið beint alveg sjálfsagt að það hefði verið þannig strax. Og þetta sýnir kannski okkur vel þetta dæmi að hvaða aðstæður getur komið upp og hversu mikilvægt það er að hugsa ábyrgð og völd í félagi alveg frá byrjun. Þannig að það er svona ákveðið lykilatriði. Nú almennt held ég að þetta sé samt sem áður mun betri í dag heldur en var fyrir nokkrum árum og hluta því er eins og ég nefndi áðan að það er orðið mun betra aðgengi að upplýsingu gildandi skráningu í félögum fyrirtækja eða í fyrirtækjum og þá upplýsingur það hver megi skuldbinda viðkomandi fyrirtæki. Nú jafnframt er það, ég veit það, lánastofnanir og þeir sem eru þeim megin eru konum með mun betra fyrirkomulag heldur en fyrirkomulag og útlána eftirlit. Þeir kemur að lánaskjölum og þess aftur heldur en var áður. Þannig að það er mun betri staða en samt sem áður þá þarf ekki að googla lengi til þess að finna dæmi mikla hagsmuni sem tengist því hver hefur heimild til þess að skuldbinda félag, eins og til dæmis þetta mál sem var ræddur í því hverju sem var í aðdraganda hrunsins, þannig að þetta er nú gamalt mál. En þarna kemur vel fram að það er ávallt stjórnar að taka ákvarðanir sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Og stjórn getur í raun og veru ekki framselt þetta vald sitt eða veitt öðrum umboð eins og var staðfest í þessum héraðsdómi. Þarna frá 2009, þetta er mál sem er frá 2007. Þannig að, en þá erum við samt, held ég sé nokkurn veginn komin í gegnum þetta sem ég ætlaði að vera með, vissulega kannski á hundavæði. Vonandi skilið eitthvað eftir, kannski einhverja spurningu vaknað. En kannski það mikilvægasta við á öllu þegar val og rekstrarformi erum að ræða er að fá aðstoð, eins og nefndi. Og við sem erum atvinnufulltrúar landshlutasamtaka erum boðin og búin að aðstoða. Nú spyr ég bókara eða þann sem hefur hugað að fá aðstoða eitthvað við bókhald eða gera ásetnings. Rétt að leita aðstoða þar líka og upplýsinga. En svo er kannski bara gott að huga að þetta er þetta kann að vera langhlaup. En þá held ég sé kannski bara komin annars ef að einhverjar spurningar. Já, ég ætla að gera eitt svo ég sjáu betur hvað er nokkuð sem að hætta að deila bara í bili allavega. Guðrún. Sko, það sem ég er að velta fyrir mér, það er ISAT-flokkunin. Það geta verið fleiri en eitt númer það ekki á til dæmis eins og í mínu tilfelli EHF. Jú, að því best veit, það náttúrulega það alls konar númer í raun og veru á því, held ég, jú,
ég held að það sé. Ég var nefnilega búin að láta setja inn sko ISAT-númer og þegar við vorum að fara yfir þetta þá náttúrulega prentaði ég út sko bara vottorð og fyrirtækjaskrá fyrir Ekki datt út. Tilgangur fyrirtækisins upprunalegur var það að maðurinn minn var bara verktaki í byggingariðnaði. Já. Og svo fórum við út í gistingar og veitingar og þannig ég var búin að láta bæta því inn en ég sé að það er horfið þannig ég þarf að hringja í þau. Svo er annað sem ég var bara hversu mikið vandamál er í raun að breyta þessum upplýsingum. Þú þarft í raun að halda aðalfund, þú þarft að skrá niður og hversu bara þetta form, fundargerð. Já, í raun þarf þá að halda, já, eins og í þessu tilviki, þarf að halda þá hluthafafund, þar sem að félagið tekur ákvörðun að breyta skráningu félagsins með einhverjum hætti, hvort sem það er aðrir í stjórn eða hvað það er, eða nýr tilgangur fyrir félagið og svo er það því skilað áfram til Skattsins. Gömulnöfn inni sem bara eru farin út úr lífi, bæði sem endurskoðendur, stjórnarmenn og ýmislegt annað þannig að maður bara, Já, það getur náttúrulega verið stundum gott bara að fá aðstoð frá þeim sem kannski hefur verið með bókhald fyrir félagið eða hvað það er, sem eru vanir því að setja upp þessar fundargerðir. Þetta þarf ekki að vera flókið, sko. Þannig að, já. En það er mikilvægt að það þarf að halda, svona fund og skila þessu alla leið. Þannig að. Takk fyrir þetta. Ekki málið. Einhverju fleiri? Mér langar aðeins að spyrja til samvinnufélögin. Já. Af því nú er ár samvinnufélaga hjá UNESCO til dæmis. Alveg rétt. Og ég allavega tek eftir í löndum sem við erum að vinna með í svona verkefni sem snýr að samfélagslegri nýsköpun, að þar er þetta félagaform gríðarlega mikið notað. En eftir því sem ég best veit þá er fólk bara í vandræðum með að geta skráð samvinnufélög á Íslandi í dag. Kannastu það og hvað geti vandræðum? Sko ég játa, ég kannski þekki það ekki alveg nógu vel. Það á alveg vera, þetta er form sem er lög og samkvæmt, við eigum að geta skráða og það allt saman, en má vera þessi þyngra í vöfum að koma því heim og saman. Þessi þekki ekki alveg nógu vel, en það er reyndar líka þannig að sem þekkist, og það kannski var galli félagana á sínum tíma að valdi kemur mjög neðarlega í kerfinu, þannig að þetta er þyngra form sannarlega, það þarf að halda En samkvæmt lýsingu væri það einmitt form sem myndi henta mjög vel fyrir samfélagslega drifin fyrirtæki. Ég sammála því alveg og vissulega stundum getur svona sjálfseignarstofnunin góð fyrir það en hún hentar ekkit alltaf þarna. En er ekki mun kostnaðarsamara að stofna til sjálfseignarstofnunar heldur en samvinnufélags? Þessi kannski ekki, ég man ekki hvort það var mun kostnaðarsamara en það er sko samvinnufélagið, það er tæp 300.000 samvinnufélagið, það er tæp 300.000 samvinnufélagið. Sko. Já, það er rétt. Þannig að og þessi þarf að vera í stofnsjóð í það getur verið einhver verðmæti sem eru færið inn í sjálfseignarstofnunina, en gallinn er náttúrulega það er náttúrulega fært þar inn með óákveðnum hætti líka. Þannig að og stjórnin ræður alltaf á hverjum tíma. Segjum að þessi kannski bara 5 manna stjórn, þá er hún með alræðisvald í sjálfseignarstofnun alltaf í raun. Samvinnufélagið er bara gott form og það er alveg, við erum náttúrulega með samvinnufélög hér landið sem eru bara góð og fín og öflug sko. Það er ekki nefnir nöfn í því. Nei. Kannski. Já. Eitthvað fleira eða hugleiðingar? Bara nokkuð gott.
kannski bara ítreka þetta aftur með, og það ekkert ástæðulausu, af því ég hef þessa reynslu úr bankaumhverfinu. Það ótrúlega oft sem það kom í ljós að menn vissi ekki hver hafiði heimild til að skuldbinda viðkomandi félag. Þannig að það mikilvægt að passa upp á það og vera meðvitaður. Og því þetta valdið í félaginu, alltaf. Þannig að það já, en við kannski förum ekki að halda fólki endilega ef það ekkert eitthvað meira, en kannski ættum að nefna að við, eins og ég nefndi í byrjun, að hugmyndin að halda þessari fyrirlestrarröð aftur áfram í haust. Við teljum að þetta bara tekist nokkuð vel og þannig að við ætlum að taka upp þráðinn aftur. Öllum líkindum strax í september, þannig að fylgist endilega með og já, takið þátt og ef þið hafið einhverja hugmyndir efnistök þá sjálfsagt að láta okkur vita. Það ekki búið að fylla neitt upp í dagskrána næsta vetur. Ekki þannig. Kannski manst þú eftir einhverju í þessu tengdu í viðbót? Nei, bara endilega, bara láta orði berast og við erum líka, við höldum utan á vef landshlutasamtakanna við með myndbönd frá fyrirlestrunum. Já, það er líka bara gott efni að eiga já, og skoða þegar þörf krefur. Og endilega bara leita til ráðgjafa hjá landshlutasamtakanum. Já. Algjörlega. Ekki þá bara segja þetta gott ef það ekkert fleira. Já, bara takk fyrir gott erindi. Takk fyrir kærlega. Góðan dag í læðinni. Já. Já. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Takk. Góð blæðis.